Já, það held ég kæri hlustendur, það Pingjan sem heilsaði þennan föstudagsmorguninn Addo 1-2 loksins saman. Nú eitthvað síðan. Return of the King. Já, og nú verði ég að viðurkenna, ég hreinlega býð bara eftir skotunum sem er að fara að rigna yfir mig núna. Hvað er það? Ég veit ekki bara, maður er að koma úr Eyjum og eitthvað hálfrallaus og Drullar ekki á þið þar? Nei. Ég vil meina að ég og Eyjan höfum gert jafntefli. Ef ég þekki rétt, þá ætlar að segja núna að ég geti hráan kalkun einhver staðar. Ég gerði það. En væri basically búin að drulla á því 3 daga eftir þjóðhátíð. Er það staðan? Já, meina það. Já, er ég rétt fyrir mér? Já, ég geti mér hráan kalkun hann einhver staðar í millitíðinni. Fyrir ég afsaka En ég steinlá í gær. Já, þú ert bara eins og hlutabréfamarkaðurinn. Þú ert búin að steinleggja. Já, herðu, ég er nú með smá umfjöllun það hérna á eftir. Skítuður yðrjónum. Glöggir hafa tekið eftir hruni á mörkuðum. Svona í þessari viku. Já. Byrjun þessari viku. Lok síðustu. Þetta margt sem veldur. Við förum yfir það allt saman hérna á eftir. Já, ertu með breakdown á markanum? Já, svona, þú veist, bara svona helstu ástæður fyrir þessu, sko. Ég er ekkert að fara eitthvað djúpt onni í þetta þannig, en þú veist, það einhverjur að núti sem áttu sig ekkert kannski endilega á því nákvæmlega hvað að gerast. Nei. Já, ertu að tala um flash crashið á mánudaginn eða? Já. Já, ég held að þú væri með íslenska markaðinn. Já, þú veist, er hann ekki búinn að vera í frjálsufalli bara síðustu mánuði? Jó. Það ekkert nýtt til frásagnar þar í rauninni. Ég talaði við í morgun og það sagði, Yngvi, ekki grípa fallandi hnífa. Já, það það sem er að gerast. Ekki grípa fallandi hnífa. Það eiginlega búið að vera stanslaust niðurtrend bara, já, í, þú veist, 3 ár hérna. Aha, nei, já, bara frá því, sko, við píkuðum hérna í svona sept, október 21 og sér þetta bara hérna. Svo bara búið að vera hérna. Já, þetta býtu, hvað heitir aftur? Þetta ekki S&P, þetta er ekki OMX eða eitthvað? OMX 15, jú. Já, íslenska hlutabréfavísitalan. OMX 15. Það ekki búið að vera góð ávöxtun þar. Nei, ekkert sérlega góð, sko. Já. En, þú veist, sem akkurát á öndverðu meiði með við hérna S&P 500. Þannig að allt búið að vera blúsandi gangi þar, sko. Já. Þannig að það kuldi, það búið að vera kuldi hérna heima og þá spyrja mennsi, að koma tækifæri? Eiturinn, já, að koma þýða. Þú veist, að þýðna? Já, þýðna, já. Hver veit, kæra hlustendur, en já, það pakkfullið þáttur hjá okkur í dag. Við erum að sjálfsögðu hérna með, já, Yngvi, ég ætla bara að segja það. Ég búinn að panta borð á Jómunni. Já. Tók 16. desember. Já, vel gert. En annars var allt, þú veist, ég náði bara einhverjum tíma fyrir slistni, held ég, sko. Ég held við reynd að minna á þetta allan júli. Já, en þú veist, það bara allt pakkað. En ég náði þarna, og þú veist, allt frá 17. og fram að jólum allavega, það bara, geti glemt því, sko. Já. Þið þurfum líklegast að þekkja Sigur Sævar eða Stefán Einar til þess. Já. Eins og þið rættu, það var ekki bara Stefán. Já, Jakob og Jómunni, já. Það náttúrulega alltaf gott að þekkja hann líka, sko. Hann ágætur. Já, en hann heiðarlegur. Hann ekkert að tróða, hann ekki spilling þar, sko. Nei, ég hef reynt að koma umslögum í vasan hjá hann. Já. Hann gerði sig ekkert. En það vissulega, ég vil benda á það. Það ennþá laust einhverja örfáa daga þannig í desember, eða örfáa tíma í desember, sem sennilega bara einhverjar afbókanir, sko. Já. Þannig að við á Varbergi, tjekkja Jómfrúni, þar fáið líka ískaldan Carlsberg, Yngvi, hann svakalega góður á dælinni. Já. En hann betri að þú tekur hann með einhverjum veginn. Já, alltaf 2. Má segja 2 fyrir 1. Já, að gera. Já, það þyrfti eiginlega... 1 fyrir mig, 1 fyrir þig. Já, það þyrfti eiginlega að koma einhverjum svona 2 fyrir 1 tilbúið þannig upp. Já, kringum þessa sögn. 1 fyrir mig, 1 fyrir þig. Já. Það er spurning hvort það verður jólinn, en... Látum verða því. Já, ískaldur Carlsberg á krana 0,0%. Þökkum Jómfrúni og Carlsberg kærlega fyrir. Þú tekur 1 og þú keyrir heim. Já, herru, ég vil síðan segja fréttir hérna frá Símanum Pay. Það náttúrulega búið að opna fyrir hérna almennar umsóknir fyrirtækjakortið frá Símanum. Getur líka bara að googla fyrirtækjakort Símans, þá kemstu beint inn á skráningaöfun hjá þeim. Og þetta alla stærri fyrirtækja, lítil, stór, og þetta búið að fá virkilega góð viðbrögð í sumar, eins og við erum búin að vera að tala um. Þetta tekið inn í hollum, svona eins og þeir eru verið að borta flugvélar? Já, það var náttúrulega svona smá pröfuferli sem var í gangi. Já, það var þannig. Svo núna þetta bara eins og allir með hlaupinu við. Já, nú þetta bara, og það komast allir af, landgangurinn nógu stór. Þetta fyrir alla núna. En þetta svona 60-70 stórfyrirtæki sem eru búin að vera að keyra á þetta núna í sumar. Og með mikilli hagræðingu. 60-70? Já. Og svo ég líka með stórfréttir. Það frítt merch sem fylgir með á meðan byrjar endast. Með hverju nýri skráningu. Já.
Ekki segja hvað þú farið ekki derhúi eða? Jó, þú færð derhúi. Já. En þetta á ég að segja það? Nei, ég held að sé betra að fólk skrái sig skrái og fá sig, derhúna. já. Við vitum hvað stendur. Þetta ógeðslega góð derhúa. Já, þetta geggjur derhúa. Þetta geggjur derhúa, þið fáið það frýtt með, þið heyrið það. Og svo líka, sko... Ég held þú getur orðið millistjórnandi ársins með að gera tvennt. Það að skráði í Simon Pay strax, fá þess að derhúi og mæta með derhúin í vinnuna. Það bara, það eitt nóg til þess að þú verði bara, heyrðu, hér millistjórnandi sem að vinnuna sína. En svo líka bókarinn, hann elskar þetta bara til að koma því að. Þú veist, við erum að tala kostum prósentu 50-90% tímasparnaður bara á bakvið þetta. Já. Einhver segir 90, ég ætla ekki að fullir það. Svo þarf að fara að draga saman kostnaðinn. Þetta bara dreigið beint út og inn í kerfið, þetta integreitar og þú veist, þetta bara briljant. Já, líka bara sparnaðurinn. Já, sparnaðurinn, þið sjáu það. Kæru hlustundur, Simon Pay, þakka þeir kærlega fyrir að því sögðu. Þá bjórinn komin upp í 2250 krónur. Jesus. Ég ætlaði bara svona hvað samt? Þetta var frétt bara sem var að koma inn kom reyndar inn í síðustu viku. Ég er bara svona merkt hana hjá mér. Ég ætla ekki að fara eitthvað mikið yfir þetta. En þetta er hálfu lítir af bóla á Jæja Ding Dong að Húsavík. Komin upp í 2250 krónur. Já, jú. Og þetta er nú smá síðan að þessi frétt kom sko. En ég, þú veist, þetta virði samt ekki vera svona mainstream verðlag sko. Það er nú aðeins læra annar staðar en þeir bera það fyrir sig að það sé bara erfiður rekstur og bara lítið af fólki. Þetta er orðið ógeðslega brútal sko. Já, en þú veist, ég meina þetta er bara holdgerfingu vandamálsins sem að ferðamenn er að glíma við og þar að leiðandi bara leiðir þetta til fækkuna ferðamanna. Það er ekki flókið. Við krifjum þetta daginn, veist, þetta er bara ástæðan. Mér finnst þetta geggja á Leynibarnum, þar sem að bjórinn kostar ennþá 900 kall. Jó, ég veit ekki hvar hann er. Nei, hann er Leyni. Varst ekki með okkur? Jó, ertu að tala þennan Leynibarn. Já, ég fór að spyrja hann, hvernig getið við verið með svona ódýran bjór? Og hann sagði við mig, við erum með svo mikið að þjóðverjum að þegar við hækkum verðið yfir 1000 þá bara dróst salan saman, þjóðverjum bara sætti sig ekki við bjór yfir 1000 þannig að fór aftur undir 900 bara til að geta selt. Og við lifum á þessu. Já, það eru fleiri sem ætti taka þetta setja fyrirmyndar og þú veist, og ég kannski byrja þá bara sko, bara matvöruverð og drykkjaverð er náttúrulega mjög hátt eins og við vitum. Farið í nýjustu greininguna frá viðskiptaráði. Já, það er nákvæmlega það sem ég er að fara að gera og þú veist, sko þau eru núna viðskiptaráð að leggja til bara niðurfellingar á tollum á innfluttum matvælum. Það eina sem viðskiptaráð að gera núna er að drulla sér á First North svo að segja að kaupa í þessu. Það er sumar. Ég var að segja það, sko. Þetta náttúrulega kemur úr nýrri úttekt viðskiptaráðs á áhrifum tolla á verð nokkur af vinsælla vörutegunda. Og þetta er náttúrulega stórfelld búbót fyrir heimili landsins. Eins og ég segja, að leggja niður þessa tolla á innflutt matvæli og við höfum nú rætt þetta áður. Þetta eru þetta mikið hagsmunamál fyrir íslenska bændur að halda þessum tollgjöldum til streitu og fleiri, þú veist. Það er ekkert hagsmunamál fyrir íslenska bændur að vera með einhverja verndartolla á kjúklingi. Já, þú veist, þetta eru 3 eða 4 kjúklingabóð á landinu, sko. Já, þú veist. Hvernig hefur það með bændur út allt? En ég meina, þetta er hagsmunahópur. Já, þetta er hagsmunahópur, sko. En ég er sammála. En sko, í úttektin eru tekin nokkuð dæmi bara þá lækkun sem alla myndi eiga sér stað við niðurfellingu á þessum tollum. Þar er talað sko verð danska kjúklinga bringna, segir maður það, eða bringa. Já, ég veit það ekki, ég fjall á Písa. Þú varst early. Já, það er bara þeir sáu downtrendið þarna hjá mér og hætti að mæla eftir það, sko. En verð á dönskum kjúklingabringum myndi lækka 43%, Philadelphia rjómaosturinn og mozzarella ostur 38%, en náttúrulega MS, þau eru hagsmunahópur í þessu, þetta líka. Írskar nautalundir 37%, Marút snakk 32% og svo einhver rjómaís 19%, þetta er bara auðvitað eitt af fáum vörum. Það myndi náttúrulega miklu fleiri bara hríðfalla í verði og svo segir í grein með afnámi tolla væru ofurskattar á matvörur úr sögunni sem myndi lækka matvælaverð verulega og bæta þannig kjör íslenska heimila. Og ég er virkilega ánægður með viðskiptaráð undanfarið. Þau eru búin að vera að taka slagi við hagsmunahópa og stjórnvöld bara á málefnum sem eru mjög umhugsunarverð eins og áður nefnda
þessi útborgunadagur þarna 27. Júní hjóluð í grunnskólana núna ekki fyrir svo löngu ekki beint í skólana, heldur kennarastéttina sem að stjórnar þessu sko. og nú þetta, svo ég vil bara kom svo að fjöllum þegar hann var bent á engunarverðbólgu sástu það? Þau eru ekki ennþá búin að svara ég hlusta á viðtali líka Stefán Einar hérna, sem hann tók við nei ekki við, hann var á bylgjunni sko. Já, það var átakanlegt líka það sko Já, þú veist, ég held að þessi óætt að segja að hann hafi haft sigur úr bítum þar en ég vil samt fyrst og fremst bara þakka viðskiptaráði Pingjan Salúcio takk fyrir að taka slaginn Við værum til að taka nakta gýraða stöðu í bréfunum þarna Já, það væri reyndar stórkostlegt að fá viðskiptaráði markað Ætlaði að segja eitthvað hægt að braska með þetta Ég veit að Andri Olgirn held ég þarna í stjórn Hann getur kannski tekið einhver svoppu okkur Svoppum Ölgerabréfunum okkar fyrir viðskiptaráð Hvernig er fyrirkomulagið á viðskiptaráði? Þetta eru náttúrulega Það er bara umslag, fyrsta hvers mánaða Nei, ég veit ekki Er þetta ekki félagasamtök bara í grunninn? Ég hugmyndu það sko Jú, ég held það Það var nú kallað Bangsadeildin hérna á sínum tíma þegar ég var í lobbyisti En hérna, þau eru heldur betur búin að rífa sig í gang sko Þau eru eins og öskrandi ljón hérna inn í umræðina Það er gaman að þessu, bara þökkum Það var einhver sem sagði, þau eru að afklæða fíblin íslensku umræðu Já Sagði þú það ekki? Nei, það sagði ég ekki, en það er vonandi vona meiru Það er eitthvað til í því Já, ég meina, þú veist, var hann ekki að taka við bara núna nýlega, hann hérna Brynjólfur Heitir hann ekki, jú, hann heitir Björn Brynjólfur, já Þannig að hann er búinn að, að þér verist, hann er búinn að vera á pota síðan hann mætti í stólinn Þetta er gott, heyrðu Man with a plan Já, heyrðu eitt stutt innslag hérna bara aðalega til að pústa aðeins sjálfur því ég sá hérna greinum þjóðareignina Adolf Inga Erlingsson hvaðan kom hann, hvert er hann að fara, hvað er hann, þú hefur séð það? Hann sem sagt segir farið sem er ekki sléttar af ónefndu parkingfyrirtæki sem að rukkaði hann vegna lagningar sem hann hafi þegar greitt fyrir og það er eflust margir sem hafa verið í sömu stöðu hann talar um það að það komi hvergi fram fyrir hvað sem það gerir aldrei þú veist, hefur ekki lent í að fá einhverju bara svona rukkunin í heimabókaðin þú ert bara, það kemur aldrei neinn einhver svona rafræn kvittun eða neitt bara svona hvað þetta er frá þeim og svo náttúrulega alveg gjörsamlega ótækt að ná í þessi fyrirtæki sem eru orðin allt og mörg þetta eru orðin svona 5 mismunandi parkingfyrirtæki en ég menna hann valdi þessa þjónustu ekki Jú, þú veist, nei, ég held að þetta sé bara þú veist, þau skipta með sér svæðum þú veist, ég held að Hafnatorgi eitt og sér séu bara 2 eða 3 Þú ert að tala um ógeðinir í bæ Ég held að þú er að tala um Keflavíkurflugvöll Nei, hann var þarna held í Reynisfjöru Já, þar Þú veist, þar er enn eitt parking þú veist, þetta er orðið bara að fara að spretta upp eins og gorkúlur þetta er allt einhvern veginn á ensku þetta er hérna erfitt að ná í þessi fyrirtæki er þetta ekki bara verkefni viðskiptar hans og hjóli í þau næst? Já, ég veit ekki Þetta er samt meira með eitthvað svona bara hvernig þetta er boðið út og fleira hvernig þau komast upp með þetta Því að ég var að horfa fund fyrir neðan Hafnatorgið Það eru 2 mismöndi bara í þeim bílakjallara Ég held að það séu gott ef að Harpa sé svo ekki með 3. Er það? Eða og það sem er mest pirrandi á öllu er að þau trakka nákvæmlega hvenær þú kemur inn og ferð út en samt er að setja þig að borga manually og ná í eitthvað ógíslegt hjá öðru félaginu þarf að borga manually en hitt er sjálfvirt og maður veit aldrei hvenær þegar þú krossar einhvern ákveðin hlið þá ertu komin úr einu yfir í annan ég skil ekki hvernig þetta er óþolandi, mér langar bara að vekja máls á þessu sko. Ég er sammála og ég nefnilega lendi í vesinni með þetta ég borga einhvern anskotan og svo fer ég eitthvað heyrðu, þá ég nenn að fara að spáði þessu på 1500 kall hringi, er á línunni svona korter og það bara kemur ekkert út í því og fyrsta lagi er bara ekki gefið upp símanúmer hjá þessum fyrirtækjum mikið af þeim og svo þarf það að fara í gegnum eitthvað svona gátt og þetta er bara skamma okkur þú veist, ég vildi bara vekja máls á þessu og hvet viðskiptaráð til að taka slaginn hér eftir skammast því Það er svo Starbucks á leiðin til Íslands ég er búin að vita þetta allt og lengi ég er feginn að koma út hvernig? Það er svo að skúpað að mér í haust þegar þeir voru að leita að plássi ég skil þig Ég er mjög feginn, nú get ég bara nú getum maður rætt þetta Það var náttúrulega listamaðurinn Oddur Eysteinn Friðriksson sem opnaði þessu umræðu fyrir vikunni Nei, þeir sendu út tilkynningu en þú veist, þetta var svo upplýst sem einhvers konar listgjörningur
Já. Og svo var talað að kaffihúsakeðjan bara var ekkert á leiðinni til Íslands. Það var hann. Já, var það hann sjálfur sem já, ok. Ég er eiginlega alveg vissum það. Ég var á þjóðatíð þarna sko, ég var ekkert að spá þessu. Ég er eiginlega alveg vissum það. Þau senda út tilkynningu. Svo var þetta degi eftir, þá kom tilkynning frá þeim BFI, sem þetta fyrirtæki sem Ræja hérna, hótel eitthvað. Sem með rekstrarrétt hérna á Íslandi og Danmörku og Finnlandi held ég. Já. Og já, þú veist, hélt að þetta hafi verið bara þannig að svona í einn dag þá heldum við að Starbucks væri svo ekkert að koma til Íslands. Það var held ég honum að þakka. Það var held ég gjörningurinn að hann var að ljúga því tilbaka. Og að sjálfsögðu stuðluðu mainstream-miðlar að upplýsingóriðu og fyrstu það bara á þess að leita nokkra heimilda. Og ég er fórnarlamb þess hér og nú, þið heyrið það. Já, þú veist, þetta er upplýsingóriðan. Nú veitum við ekkert hvað er í gangi. En þessi opna á eiga sér stað núna á fyrri hluta næsta ár samkvæmt áætlunum fyrirtækisins. Og þetta er auðvitað stór frétt, enda stærsta kaffihúsakeðja heims. Og nú er bara spurning hvort það te og kaffi skjálfa á beinunum. Já. Þú þyrftir eiginlega að taka að þér sögu Starbucks. Það kemur hérna fram í greininni sko, kaffihúsið opnaði árið 1971 í Seattle. Árið 2023 rak keðjan 38.038 kaffihús í 86 löndum víða heim. Þannig að sko, þetta á sér ríka sögu líka. Tók þetta í stórum skrefum sko, opnuði í Kanada, þú veist, örugglega 15 árum seinna held ég, eftir að þau opnuðu. Já. Svo fóruðu yfir til Japan, í Asíu og svo í Evrópu og þetta getur verið skemmtilegt að Ég er hún alveg ruglaður, ég er að finna þetta núna sko. Já. Jú, hérna er þetta. Beraya hefur tilkynnt að muni opna. Svo var hann að segja að hann fyrir hönd Beraya myndi opna. Já, það er að opna. Það er að opna. Við fögnum því. Fact. Við fögnum því. Herðu, það er nú fleira. Já. Eða vilt þú kannski, þú ert nú með umfjöllun eða ekki? Ég var með eitt bara svona sem ég ætla að koma að fyrir löngu. Mér langar bara að koma því að erlend frétt Uber sem að margir kannast við. Já. Þetta er mín hugvekja til allra sem eru með fullkomnunar árat í business. Þau voru að ná þeim mælikvarða á innan við 2 árum að selja auglýsingar fyrir meira en 1 miljard bandaríkjadollara. Já. Og veistu hvernig þetta fer fram? Nei. Þau sitja í loftið fyrir minna en 2 árum síðan. Þau voru búin að selja alltaf $600 million í gegnum Google Sheets. Það sem þú skráiði fyrir að auglýsa. Og ég var búin að heyra þetta en ég fact-checkaði aldrei. Svo sá ég núna fréttina með að væri búin að selja fyrir meira en $1 miljard. Og ef þú ferðin á Uber og ætlar að kaupa auglýsingu, þá er það í gegnum Asana-skjal. Þú fyllir bara út svona eins og skjal. Já. Leggur þú bara inn pöntun fyrir auglýsingu í gegnum Uber inn á Sheets og Asana? Upp að $600 million var þetta gert í gegnum Google Sheets. Og hvað, er þetta þá bara einhver, þú veist, sko bara hvað kostar fyrir auglýsing? Já, ég fór ekki svo langt sko. Nei, en bara ég las fyrir ári síðan, eða fyrir einhverju, þegar voru komnir í $600 million, þá vakti einhver áhuga á því, sko, en að athygla á því að þetta fyrirtæki væri komin svona auka tekjustraum sem væri $600 million, við erum að tala um hvað, 70-80 miljardar íslenskra króna í gegnum Google Sheets. Þú veist, þannig að, þú veist, það er svakalegt maður. Menn eru oft svolítið að mikla fyrir sér hvað er alltaf að gera þegar þeir eru að setja eitthvað í loftið. Þarna á bara, heyrðu, hendum þessu bara í loftið. Þú veist, emitt. Svo eru uppgreiti farið úr sko Google Sheets í Asana-skjal. Getum við ekki opnað svona hjá okkur bara? Jú, bara eða vilja auglýsa, þú veist, ég meina. Heyrðu, þetta gerum við það. Burt séð frá þeim frábæra samstagsæðalum sem við erum með. Við erum ekki að fara að gera app fyrir það þegar. Nei, við segjum svona, en hérna. Hérna er þetta, ready to advertise on Uber. Get in touch. Þá er ég bara hérna með form frá Asana. Þú myndir halda að þetta væri einhver vara eins og Facebook eða Google eða annað sem taka kreditkortið en hérna er það bara, ég submitta bara hvað ég er að hugsa að leitast eftir að gera. Þetta er svakalegt og þú veist, og hvernig auglýsingar milljarður bandaríkjadollara veistu hvernig auglýsingar þetta eru, þú veist. Sko, ég átta mig ekki alveg á því, en ég meina að þú getur náttúrulega byrt inn í appinu, svo eru held ég komnir skjáir í valda bíla út allan heim, þar sem þú getur skilur verið á skjám inn í bílnum eða eitthvað advertising. Talandi skjái, ég er með eitt á eftir hérna. Já, ok. En þetta á bara svona hugvekja, bara screw it, let's do it, done is better than perfect. Done is better than perfect, það er engin, þú ert mikill talsmaður þeirra setningu. Já, bara keyra á þetta. Var þetta var svona Uber hugvekja mín. Þetta er mikið, þetta er góð og gild hugvekja sko. Því að jafnvel gæti orðið einhverjum til fyrirmyndar eins og þú segir, bara hendi þessu bara í loftið Já, þú veist hvernig þetta er oft í stór fyrirtækjum eitthvað hérna að taka einhverja fundi og reyna að smíða einhver mock-ups og eitthvað. Já,
hendi þessu bara í loftið og sjáu hvað kemur. Þegar að það er byrjað að virka, þá getið þið heyrt í apparatus og tekið þetta á næsta level. Já, þú veist, prototýpan má vera, þú veist, fá svona proof of concept, sko. Já, bara eftir, sko. Það er mjög gott, sko, en svo eru þetta, eins og minnist á apparatus, stórkostlegt tól, fyrirtæki, bara til að taka þetta skrifinu lengra. Og það er líka, þú veist, þetta er líka tekið, sko, þau bjóða náttúrulega upp á að taka þetta bara hugmyndin mótuð. Já, akkurat. Það er hönnunarspretturinn, bara heil vika, bang. En svo er þetta líka bara alhliða þjónusta sama á hvaða stíð þú ert. Ef þú ert með eitthvað app nú þegar, þá bara geta þau tekið það yfir líka betur bætt. Ef þú ert ekki appi, þá ert í krappi. Já, það er þannig. Og hátt og gott þjónustustig þannig, brotnaða með röddin. Ég get alveg tekið undir það. Heyrðu, það kom apparatus fyrir. Eða á ég að stökkva núna í Ólympíuleikana? Sko, ég ætla að taka skjáin, ég ætla að grípa hann hérna, ég ætla að grípa boltan með það. Og þetta er eiginlega frá því, sko, þetta er frá því í síðustu viku. Já, það er náttúrulega margt og mikið búið að gerast frá því við vorum hérna 2 saman. Og við erum ekkert sérstaklega, við fylgjum því ekkert sérstaklega að banna hluti. Og þegar ég sá þessa frétt, þá hugsaði ég bara, já, nú á bara að banna allt. Því að nú er Vegagerðin að reyna að rífa niður auglýsingaskiltin. Er þið byrjar á því? Nei, ég er bara að reyna, þau eru að vekja athygli. Já, ég sá það. Þetta sé svo mikið distraction. Ég segi að sko, það kemur þetta fram í greininni bara. Vegagerðin segir þessi skilti vera gerð til að draga athygli ökumanna frá akstrinum. Já, akkurat. Ok, þú veist, einhver punktur, þau segja þarna Bjarti skjáir sem skipta á milli auglýsinga ótt og títt við gatnamót, það sem mikið er að vera, eru sérstaklega varhugaverð, segir í greininni. Bergþóra segir að sérstaklega varhugavert þegar skilti eru við gatnamóti eða vegi þar sem það er mikið að vera og alltaf mikið áreiti getur valdið alvarlegum slysum. Og sko, það er nú einu sinni þannig að þetta er valkvætt, þú ræður því hvort þú horfir á auglýsingaskiltin eða ekki. Og manst þú eftir að umferðarslys hafi verið rakið til auglýsingaskilta? Nei, alltaf sé ekki meira eftir að reykja til Símans. Jú, eða þú veist. Eða bara fleira. Mér finnst það eitthvað sem mætti frekja vekja máls á í þessari umræðu, sko. Og maður veldi fyrir sér á að banna þetta á fótboltavöllu líka. Einhver þetta líkur á meiðslum leikmanna. Er það ekki distraction fyrir menn inn á velli? Æ, ég skil punktinu þér og ég er sammála. Þú veist líka bara upp á að þau væri málefnalegar í þessu. Já. Akkur komuð þá ekki með rannsóknir eða einhver svona töluleg rök sem sýndu það bara, heyrðu, það var ekkert talað um það, á þessu svæði, það sem þetta hérna billboardskilti er búið að vera með hérna Karlsberginn og einhverja stelpur á hérna bikini. Þar er bara, þú veist, þið verðið að hætta þessu. En hérna, það fylgir því ekkert svoleiðis, þannig að þetta er eitthvað svo huglegt frá þeim að það bara fara að banna þetta. Að maður segir bara, þakka það. Og við erum náttúrulega digitalsmenn auglýsingaskilta, hérna, Billboard. Ég er enda komið nóg að þessu. Billboard og Dengsi og fleiri góður, og nú tekið þetta fyrir áður. Mæli með þeim þætti, hann var helvíti góður. Já. En ég bara spyr, þú veist, þetta er, mér finnst það svona, þú veist, full aftalega að mínum ætti að vera full aftalega í forgangsröðinni, frekar að leggja áherslu á síma eða annað, og maður hefur nú séð fólk bara í spjaldtölvunum, sko. Já, mér finnst ég vera farin að taka eftir, ég er sjálfur að reyna að kötta það algjörlega verið símanum í bílnum út þegar maður er svo mikið með börn, bara svona að reyna sína ábyrgð. En ef maður lítur í kringu sig í dag, þetta er orðið alvöru vandamál, án þess að fara að vera eitthvað. Já, algjörlega. Þetta er unreal hvað við erum mikið í símanum í bílnum, sem er magnað. Já, þetta er bölvaður ósiður. Já, þetta er það, þannig að... En já, við bara vonum að þið séu ekki í símanum og séu ekki að fylgjast á með auglýsingaskiltunum. Nei. En ef þetta fyrir gegn, þá eru við náttúrulega short síminn, þeir eru komnir inn í billboard, sko. Já. Já, við erum ekki að móti þessu, eins og ég sagði. Við erum digitalsmenn. Herðu, sko... Nú er ég með hérna, já, ég get nú kannski bara tekið þetta hrun á mörkuðum hérna sem að varði í byrjun viku. The Flash Crash. The Flash Crash og það eru auðvitað, já, það eru nokkra skýringar hann að bakvið og sko bara algjörlega til að byrja með voru Japanir að hækka vexti í annarsinn frá því 2007, bara á miðvikudaginn í síðustu viku. Það er samt þriðji hryggjarliðurinn. Já, en því að... Nei, kom það á miðvikudaginn síðustu viku? Miðvikudaginn síðustu viku og þú veist... Nú, kom það á undan öllu hinu? Já, þetta er held ég þarna 31. Já, ok, þá er ég örugglega. Og þá byrjar þetta smá að slópa niður á við, sko. Já. En
svo náttúrulega í lok síðustu viku voru gefnar út þessar 9 tölur atvinnuleysi í Bandaríkjunum. Já, akkurat. Þau var að hækka úr 4,1% upp í 4,3% og í kjölfarið hefur myndast bara þessi umræðum bara kreppu þarna vestra. Já. Og svo ofan í allt jenið búið að vera veikjast bara nokkuð hratt og örugglega gagnvart Bandaríkjadal japanska jenið sem að gera þetta innflutning dýrari og neytendur bara ekkert í neinum sérstökum málum. En auðvitað gott fyrir útflutning og annað sko. En það var vísitalan í Japan, Nikkei 225 sem að samanstendur væntanlega af 225 stærstu fyrirtækjum í Japan. Hún lækkaði hvorki meira né minna en 12,4% á einu degi sem mesta lækkun að þau segja frá Black Monday 1987. Takk fyrir. Já. Þannig að þetta var alvöru flaskras þarna, flaskras, þú veist, þetta ekki búið að leiðrétta sig sko, en fór hún ekki aftur upp 10% á mándaginn? Jó, eitthvað svoleiðis. Hún búin að leiðréttast svona 10% sko, en í kjölfarið fengum við að sjá bara lækkanir víðsvegar heiminn og náttúrulega í Bandaríkjunum og Íslandi líka eitthvað örlítið sko, þó náttúrulega ekki sama dramatíkin hér og í Asíu. En það greinilega skjálfti og þú veist. En hvað áhrif hefur þetta? Af hverju hefur þetta áhrif? Hefur hvað áhrif? Að hækka í Japan? Að hækka að atvinnuleysi sé að hækka? Nei, að hækka stýrivöxt í Japan. Já, það bara orðið dýrara fyrir hlutabréfa, þú veist, menn eru gíraðir og annars vegar sko. Já. Þú veist, það nú bara þannig. Semst, Bandaríkin lækka út af því að Japan er að hækka stýrivöxt? Nei, sko, ef þú ert að tala náttúrulega þá náttúrulega ekki sko samhangandi ástæða á milli atvinnuleysis í Bandaríkjunum og svo stýrivaxtahækkunar í Japan. Þú veist, ekki svo ég best viti að sé einhver correlation þar á milli sko. En en þetta panik náttúrulega á sér stað endanlega út af þessu sem að gerast í Bandaríkjunum. Já. Þannig að, þú veist, og svo náttúrulega lækka Bandaríkin í kjölfarið við opnun þar, sko. Já, ég var nefnilega með 3 skýringar. Ég ætla að fá að hrútskýra á móti. Já, hvað er það? Unemployment rate-ið, það var 1. Hvað sagðirðu? Já, unemployment, já, atvinnuleysis. Buffet, búin að selja meir en helming af stöðu sinni í Apple á korturnum. Já. Að það hafi sýnt bandaríska markanum að hann væri búin að missa trú á stærsta hestinum sínum. Já. Og þar alvegandi væri hann að draga sig í hlé og það hefur áhrif út á markaðinn. En hann náttúrulega þungur í Japan líka. Já, svo á hann náttúrulega í 5 stærstu húsunum í Japan. En með Japan, þetta kallað reverse carry trade. Að menn voru að taka lán í Japan á lágvaxtasvæði til þess að fjármagna hlutabréfakaup gíruð annar staðar. Já, þá hefur þetta svo þegar það hækkar, þá verður dýrara að fjármagna sig, þótt þetta séu bara 25 punktar. En gengi tók strax við sér, þannig að menn byrjaði að selja stöður í Bandaríkjunum til að fara að borga aftur upp í Japan og kallað the reverse carry. Já, emitt. En svo bara gekk þetta aftur tilbaka því að það er einhver tölur eða annað sem hafa komið fram. En fjóruða, mér fannst eiginlega að sjá bestu skýringarnar í krypto, að menn væri búin að vera að taka lán í jenum til þess að gíra sig í krypto. En það Bitcoin og Ethereum yfir helgina tók severe drops. Vændífa, sko. Já, þannig að það er gaman að rafmynda kúraugunum. Þeir eru á pálunum. Já, en þú veist, þetta svona, það eru nokkrar skýringar, þú veist, þetta náttúrulega bara at the end, bara huglægt mat markaðarins, bara hvað að gerast í heiminum. Og þetta eru svona þessar helstu breytur, en þetta er góð pæling hjá þér. Það var mikið talað um þetta, the reverse carry. Og carry trade var náttúrulega sem var fyrir hrun þegar menn voru að sækja í vextina. Kemur með pening inn í landi til þess að fá hærri vexti. Þannig er þetta the reverse carry. The reverse carry. Eru þið búin að ná þessu hlustendur? Ég held það. En eins og ég segi, þú veist, þetta er náttúrulega búið að vera náttúrulega konstant uppsveiflað í Bandaríkjunum frá COVID, frá lágpunkti til hápunktar var þetta 150% hækkun á S&P á 4 árum. Svo það er alveg við því að búast að við sjáum einhverja leiðréttingu á því óðagoti, sko. Og sko, hann að maður sem með þetta hreinu með Buffet, hann seldi fyrir 90 miljardar bandaríkjadollara í Apple. Svakalegt. Og hann hefur aldrei legið á jafnmiklu kass inn í Berkshire Hathaway. Hann er með 277 miljardi bandaríkjadollara í kass. Ég held að hann sé með Það er svakaleg uppgjöf. Ég held ég hafi lesið að hann sé með eitthvað 20-30% af öllum T-bills í Bandaríkjunum. Þú veist, hann liggur bara á Er það ekki bara ríkisskuldabréfin þar eða eitthvað? Já. Þannig að
En það var fyrsta sem ég las atvinnuleysistölur, þetta einhver 100.000 störf sem eru til eða frá Buffet farin nánast hálfur úr Apple time to panic Heyrðu, ef að fara í léttari málaflokk Ólympíuleikarnir Þú ætlar að hafa þá í boði Ef við ekki að teygja það aðeins Já, jú ætlar að teygja hvað þá? Teygja Ólympíuleikarna Teygja lopan Já, er þetta ekki ágætis umfjöllun sem átt með það? Já, ég geti að teygja lopan með teygja Ég náði núna Já Sétt hvað ég sljór maður, ég er búin að drepa allt og margar heilusar helgina sko. Veistu hvað er það besta við teygja? Já, það er mjög margt sem kemur upp í hugan sko. Sér það út allt land? Fasta gjaldið er sennilega best að mínum mati Sér það út allt land? Já Þú getur gengið í teygja hvar sem er Þetta á kaffihúsum og Seyðisfirði, Borgarfirði Eystri Akureyri Svo er það Og það er svona veljunatilfinning að sjá grænan skjá Þá veistu að þú ert að kaupa á góðum stað Það er bara þannig teygja En þeir vilja real talk Ólympíuleikana Þitt mat Mitt mat Flopp eða hopp Ólympíuleikandir, bara hopp sko. Ég búin að vera hrifin að þessu hinga til Það er svona búin að fylgjast með Já, frjálsar Ég yfirleitt bara var með þær í gangi bara á meðan ég var hvað vestur í þingunni eftir helgina Strákar eða stelpur bara bæði Ég er gaman að þessu báðu Nei, við ekki að segja satt hérna Jú, byrju, hvað meinarðu? Nei, ég þykist vita hvað frjálsar þú ert að horfa En sko, umræðan svona heilt yfir hefur verið neikvæð að miklu leyti Já, byrju, varðandi hvað þá? Snúist hnefalegana Já, ég akkurat það taka það eða þú veist, það var náttúrulega bara það fór ekkert allt og hátt það samt, sko. Jú. Þetta er eiginlega horfið. Já, það er ekki að ræða núna. En sko, bara úti, þú veist, þetta hefur verið ekki sami svona glans yfir þessu og aðrir ólympíuleikar hingað til. Svo var náttúrulega opnunaratriði tiltölulega umdeilt. Já, herru, ok, já, ég ætla að segja það. Já, það var það. Svona framan af, ég skal segja, framan af, núna farið að síða seinni endan ólympíuleikunum, þá snerist umræðan ekkert endilega hluti sem voru að gerast inn á vellinum eða leikunum. Núna er það kannski að snúast við þegar komið meira spenna, það er að færast úrslita inn við hvar sem er. En ég las hérna eina helviti góðu skýringu að eitt sem að hefur tekið sjarman af ólympíuleikunum er að það var alltaf náttúrulegu skortur á þeim. Þeir voru bara 4 ára fresti. Í dag eru vetrar og sumar ólympíuleikar sem kom inn á milli og það hefur bara gert það að verkum að það er ekki sama spenna á áður. En þetta er svolítið orðið eins og með vinn okkar í FIFA World Cup. Já. Það er orðið helviti mikill þrýstingur að fá smá aurótur þessu. Peningarnir eru farnir að skipta máli. Já. Og ég sá rétt sást nú með heimsmethafan í stangastökki sem setti heimsmet. Hann er með taktík að hækka alltaf bara 1 cm. Hann segist eiga fullt inni og fær $100,000 fyrir að setja heimsmet í hvert sinn. Já. Hann er að teygja lopan, við getum orðað þannig. Já, segur. Þetta er business kall. Sko, ég sé International Olympic Committee sögðu að þeir væru á trakki að ná $1,2 miljardi í corporate sponsorships fyrir þessa ólympíuleika, sem sagt bara í sumar. Þar sem 30% af tekjum kemur úr sponsorships, restin kemur úr sjónvarpi og licensing. Svo kemur LVMH, viltu gíska hvað það er? Já, Louis Vuitton, við þekkjum þetta vel. Já, veist, þeir borguðu Bernard Arnault vinnur okkar $163 milljónir og eru stærsti partnerinn eða sponsorship fyrir að vera creative partner. Þú veist, það var ekkert eitthvað meira lagt út frá því. Nú verð ég samt að viðurkenna, ég hef aldrei séð maður hefur ekkert orðið var við á. Það sem ég hef orðið mest var við er Omega. Það er bara eins og Omega úrin eigi. Já. Þú veist, maður sér það út allt. Já, ég bara eiginlega hef verið bara hálf blindur fyrir þessu. Já. Ef þú segir Omega, þá man ég eftir því, sko. Það er bara ef einhver myndi spyrja mig hver er að sponsa ólympíuleikana, ég væri bara með það. Mér finnst ég sjá það bara skrifa lítið eða stórt allstar þar sem við verðum að keppa. Sko, þó áhorf á leikana færi dvínandi, þá er umræða og dreifingar á netinu í veldisvexti. Og það er að segja, það hefur verið að benda á svona ný viðskiptatækifæri að fæðast í kringu það og þurfir ekkert endilega að vera með réttin að leikunum ef þú ert sniður í að búa bara til efni í kringum leikana, vinna upp úr og svo framvegis. Og
gæti verið tækifærið þarna fyrir rétt fólk og það var til dæmis tekið dæmi af einhverjum stöðum sem að fengi ekkit endilega sjónvarpsréttinn í sínu landi en voru þá bara með TikTok-rásir sem voru með bara svona sömmari yfir því helsta yfir daginn og þau voru að fá kannski 3-4 sinnum meira áhorf á einhver svona eigin sömmaris heldur en það sem var verið að sýna í sjónvarpinu. Mér finnst TikTok vera fyrst að springa út núna bara svona kommersial, sko, þú veist, fyrirtæki og annað. Þetta bara, ef við tökum sem dæmi bara sko þjóðhátíð núna í ár. Það hefur aldrei verið annað eins myndefni og vel unnið í kringum það. Já. Ég hef ekki orðið bara var, þú veist, öll þessi vídeó. Hvað er þjóðhátíð? Bara þjóðhátíð, sko. Já. Þú veist, maður hefur bara ekki orðið var við annað á TikTok eða Instagram heldur en bara þjóðhátíða myndbönd sem eru það vel pródúseruð, sko, að þetta bara auglýsing, sko. Já. Þetta bara eins og gert að atvinnumönnum fyrir 10 árum, sko. Já, bara í rauninni, sko, en fólk gerir þetta bara með símónu sínum og klippir þetta til og textar og whatever, sko. Þannig að, já, þetta er mjög merkilegt, sko. Og svo bara aðeins til að loka þessu með, sko, áhorfið á debú að vera í downward trend síðan. Viltu giska hvað eru vinsælustu ólympíuleikarnir? Talið í, milljörðum views. Áttu við á YouTube þá eða? Nei, þá ég að tala bara eins og það þú hafi setið við imban og hort á úrslita og bara svona til að gefa þér eitthvað í Ég ætla að fá að skjóta því að Asia er mikilvæg. Ég ætla að segja að þeir var í Peking, Kína 2008. Peking eru næstastir. Það var 3,5 milljarðar. London slóist metið 3,6. Rio 3,2. Tokyo 2020 var með tæpa 3 milljarða. Þannig að þetta hefur verið að falla. Þetta er búið að vera að trenda niður og við, sko. Og hluti af því er eins og þannig sem ég kom inn á fyrst að það er bara orðið svo mikið í kringum Summer og Winter Olympics líka. Það er ekki sama spenna núna. Þetta er bara 4 ára fresti. Þá er bara einhver fókin geðveiki í kringum Ólympíuleikana. Já, en hvenær byrjuðu vetrar Ólympíuleikarnir? Ég veit það ekki. Er það ekki, að þú veist, er það ekki alveg langt síðan? Jú, það gæti alveg verið, sko. En ég held að bara samhliða því að þetta vaxi í vinsældum þá er búið að gera meira úr þeim sem dregur úr spennunni á þessum. Svo er endalaust búið að rífast réttin og fleira, þú veist, eins og með RÚV með sko að þau velji hvað er sýnt frá. Það eru dæmi frá öðrum stöðum eins og held ég Peacock sem að NBC var að lönsa. Þeir ætluðu að vera með 3000 live event sem þú gast bara streamað og séð hvaðan sem er. Já, Þannig að, þú veist, svona ýmsar aðferðafræðir í þessu en sko komið til móts við alla. Við höfum náttúrulega sko ekki verið allt og duglegir við að hrósa RÚV í gegnum tíðina. Jú, ég hef gert það. Já, en við langar samt að kasta hrósi á RÚV bæði fyrir HM og þetta. HM? EM, fyrirgeðu, í fótbolta. Já, þau voru stórkostlega í kringum það. Þannig að það var vel að í staðið þar. Já, mjög. Ég sammála því. Jú, EM, Jesús. Já, það er bara virkilega vel að þessu staði. Bara hrós til þeirra Bingjan Salútsjú. Svo var það eitt annað sem er skemmtileg punktur. Það vantar ríg. Það er engin alvöru rígur lengur inn í þessu. Milli austurs og vesturs, kommunist ríki gegn kapitalistum. Eins og var þegar þetta var bara Sovjet gegn vestri. Sovjet gegn USA. Bara sko, fimmleikarnir voru aðal birtingarmynd þess, sko. Fimmleikarnir, þú veist, það voru bönnuð, sovjetmenn voru að æfa einhver svona tricks, skilur á slám og annað, sem þurfti að banna, því að þóttu hættulegt. Já. Og sovjetmenn voru bara með langbæstu fimmleika íþróttamenn heims, sko. Já, og þú veist, þetta er alveg skemmtilegu punktur, að þú veist, það gerir náttúrulega meira, þú veist, það eru aðrir verða hrifnar að því að horfa, þú velu er sites og svona. Eina sem ég sé núna, helviti skemmtileg mynd, var með að Ísrael var komið 160 sinum á pall. Og 22 arabaríki voru með 2 medaljur á móti eða eitthvað. Það er eini rígurinn sem ég hef séð, sko. En hann er náttúrulega vel eldfimur. Já, hann er það. Þannig að við ætlum ekkert nánar út í hann. Nei. En þú veist, það er ekkert svona, ef þú finnur það, þú veist, þetta er ekkert frakkar hatt, ekkert Breta lengur. En svo, sko, Norður Kórea er náttúrulega á leikunum. Já. Og þau fengur mynda sig með Suður-Kórealiðinu. Já, þú veist, þetta er samt fallegt sammenningatákn, sko. Já, nei, við viljum ríg. Já, en hvernig er það með sjónvarpsréttinn á þessu? Er ekki RÚV Átó, þú veist, er þetta ekki svona svipað Eurovision, ríkisstöðvar sem eru með? Ég veit það ekki, örugglega first dips allavega. Þú veist, gæti sín eða síminn bara gert tilkall til sjónvarpsrétt á Ólympíuleikum? Það væri gaman að vita það. Miður getum við ekki vita allt hér. Nei, en það væri gaman að vita á hvað þetta myndi kosta, sko. Já, rétturinn. Já, þetta er allavega fókdýrt. Ég var með annan punkt hérna, fyrst þú spyrðum réttin.
NBC borgaði 7,65 milljarða. Já, NBC er alltaf ekki ríkiseki. Nei, til 2030 frá 2014. Þannig að fengur 16 ára rétt. Já. Sem þá 4 ólympíuleikar fyrir 7,65 milljarða. Já. 2014. Já, bara nánast 2 milljarðar per leikar. Dollara. Já. Það alveg upphæð. Já, þannig að þetta er ólympíuleikarnir svona aðeins búin að tegja lopan. En fyrir þá sem að byrja í business, selja eitthvað á netinu, teia.is, T-E-Y-A Teia.is og úr Teia. Fá ekki betri þjónustu, fá ekki færri verð í þjónustuna. Nei. Úr Teia langar mig kannski að minna á hafið. Já. Ég er á leiðinni þangað bara núna til þátt. Frúin hringdi mig alveg nennur að plísa að fara í hafið. Já. Hún er alveg óði í plokkfiskinn. Það held ég eitthvað svona, gæti verið eitthvað ólétt og greif hjá henni. Já. Með grunar það. Ert að sulla ost og bernes á þetta? Ekki bernes, ég fer í ostin. Já. En ég læt bernesin vera sko, en þú veist, ég er samt mikill bernes maður sko, ég hef bara ekki alveg fundið mig bernes með fisk sko. Nei, ég er sama. Já, en náttúrulega rúbrauðið hjá þeim er alveg sturlað. Já, luxus rúbrauðið, kaupið það. Já, það heitir luxus. Já, ég meina það eru 2. Já, ég veit, þau eru 2 í boði, en luxus rúbrauðið. Og sko, Guttir er farin að þekkja munin. Ef ég er með bara bæði, þá hann bara sér alltaf luxus. Hann lítur ekki við hérna. Já, það er bara þannig. Farið í hafið, það eru tilbúin réttir líka stórgóðir, herðu, kreditinfo. Yngvi, hvað er að frétta þaðan? Eigum við að fara í þetta eða? Hvað með það? Ég er með, bara út ég var að tala við Reyni í kreditinfo. Top performing ESG hlutabref. Já. Það sem af er árið 2024. Þetta er reyndar sko frétt frá fyrir júlí, segi, bara fyrstu 6 mánuðina. Við erum náttúrulega komnir í ágúst núna, við urðum að taka nokkuð viðtöl. Já, við urðum að taka nokkuð viðtöl. Við gátum ekki setja á okkur. Gott að hafa þau inn á milli, stórgóð viðtöl. Já. Bara, hlustið á þetta? Fá þá alla. Já, þetta var bara stórkostlegt line-up hérna. Já, þannig að sko, ég ætlaði svona aðeins að leyfa þér að giska. Hugsaðu ESG, umhverfisvænt. Hvað er svona hlutabref heldur þú að hafi slegið í gegn fyrstu 6 mánuðina? Þessi grænu? Já, eitthvað grænt og gott. Hvað af þeim? Já, svona gott bara með eitthvað. Ég veit ekki, er ekki einhverju bankar og svona fleira að gefa sig út fyrir þetta núna? Já, við erum með Nvidia. Er ekki allir konur í þetta? Nvidia, náttúrulega búið að vera mikil sigling á því. 106% upp fyrstu 6 mánuði ársins. Þeir eru náttúrulega mjög grænir. Sko, við erum náttúrulega mjög grænir. Verður átt að við byrjum sko í febrúar 22 og ég er búin að fjalla þá síðan svona í apríl. Þú verður bara að fara að sitja. Þá mældi ég með kaupum í þeim, ég held að þessi búin að hækka 300% síðan. Já, reynda niður 30% síðastliðin mánuð, en þú ert langur í leiknum. Já. Heyrðu, Super Microcomputer, þeir eru mjög grænir. Já. 74% upp. Ok. Svo erum við með Dell. Já, sem er mitt. 55%. Já. Siemens Energy. Já. Þannig að þeir eru örugglega eitthvað í einhverju svona grænu sko. Já, við gruna það. 111%. Já, hendu Energy fyrir aftan og það er bara í flottum málum. Já, í góðum málum. Svo erum við Carvana, hefur þú lesið þá? Nei. Það er Rag to Riches story. Þeir voru nánast farnir á hausinn eftir COVID. Ok. Þetta er svona stærsti plattformin í Bandaríkjunum til að selja bíliðin, bæði í gegnum bílasala eða þú sjálfur. Stórsniðut, 183%. Basically bara notaði bílar bara. Já. Ok. Meira, já, og þetta er svona eins og hvað ætli þessi besta leiðin til að nei, ekki Facebook nei, þú veist, er þetta ekki bara eins og bílavefurinn á Vísi eða Jó, ég veit það ekki. Farðu bara á Carvana.com. Carvana.com. Svo er það Applovin, það er appfyrirtæki 89% upp, þeir eru mjög grænir. Já. Svo Pure Storage Inc. Þau eru mjög góð fyrir umhverfið. Carvana, we're sorry but we do not allow traffic from outside the United States at this time. Þannig að þið vitið það bara, þið komist ekki inn á þetta. En svo fann ég Bankóti Sabadell, út af því þú talar um banka. Það er banki, já. Hann er 74% upp á árinu. Já. Eða fyrstu 6 mánuði ársins. Já. Og ég fekk nú svona smá aðstóð til að bera mig saman. Endur speklar svo hækkun ársreikningin eða eru þau bara farin að gefa sér meira út fyrir að vera græn og væn? Já, ég fór aðalega sko að reyna að lesa í það hvort hann væri umhverfisvænni en íslensku bankarnir eða hvað það er svona sem veldur. Já. Og hann er það ekki sko, en hann kemst á hann ESG-lista. Já, ekki eru bankarnir hér búin að vera að hækkum 60-70%? Nei, þau þurfa bara að negla sér á einhvern ESG-lista, það er þetta komið. En að öllu gamni sleftu þá þekkjum við orðið kreditinfo, áreiðanleikamötin. Já. KYC áskriftin. Já, þannig að
Þar færðu aðganga með þetta áralegamati og skýrslu og þú getur flett upp hérna tengslunum öllum. Já. Svo fjölmiðlavaktin býðum ykkur að sko sofa ekki á henni. Já, það sem ég ætla að segja núna bara við getum ekki lengt að 10% verðbólgu, 6% verðbólgu, ef þú ert að taka nýja viðskiptavinni. Þú vilt vita. Já, gerðu áreiðanlega könnun, ekki taka áhættu á hærri delinquencies. Já, þú veist, þetta 7 og 9 pluss vask fyrir 4 notendur, sko. Það bókstaflega verið að gefa þetta. Gefins fyrir fyrirtæki, því það geta, Kreditinfo. Tökum þeim fyrir. Og verið nú pínu græn. Já, verið væn og græn og kannski til að klára að koma inn á Origo, sem eru með okkur einnig. Voru með Arnór með okkur einnig í síðustu viku að ræða Business Central. Stór merkilegu þáttur. Já. Ótrúlegt kerfi. Og Origo voru að selja dóttufélag núna í vikunni. Já. Erlendis, en þau eru ekki búin að selja frá sér öryggisráðgjöfuna. Þannig að við mælum með því, ef þú ert með fyrirtæki. Tjóðvill Origo öflugt í þessum dótturfélagum. Sölu á dótturfélagum. Já. Það nóg til þarna og nóg eftir líka. Já. En já, öryggisráðgjöfin, það er gott að vera vel tryggður, sko. Þetta er þríþætt, forvarnir, eftirlit og viðbragð. Þau eru með frávikagreiningu, með aðstoð gervigreindar. Og það er hægt að fá ráðgjafa, djúvill það er örgulega skemmtilegt. Það er samt örgulega pínu spúki líka að vera eitthvað fyrirtæki. Ráðgjafa, ég sé fyrir mér að komi gaur eða kona í jakkafötum með svört sólgleru, sama hvernig veður er. Já, bara eitthvað svona Matrix. Svona og það er bara, hver er þetta? Þetta er öryggisráðgjafi frá Origo. Svo fær viðkomandi bara eitthvað endarými og það er bara metin staðan og tekin skref í átt að öryggari framtíð. Já, það er það sem þetta snýst um. Þú veist, við vitum ekkert öryggi. Það er bara þannig, þú veist, svona netöryggi og annað, þú veist, fæstir er að spá í því þegar þau eru að setja upp business, sko. Þannig að í Guðanabænum fá ykkur ráðgjafa fyrir það. Við erum búin að vera að sjá árásir hérna undanfarið. Pantiðan í jakkafötum. Með sólgleru. Ég fæ enn hrollið við því sem að Moggin lendi í sumar, sko. Já, þú veist, þetta er bara versta martröð einhvers í business. Þetta er bara að gerast. Já, þannig að öryggisráðgjöf Origo. Heyrið þeim, fáið ráðgjafi heimsókn. Yes, herðu, svo er það nú ein frétt hérna sem vil, sko, hún átti nú að vera, hún er frá því í síðustu viku, þarf að segja. Það er með Play. Já. Þetta er orðið svona hálf undarlegt hvað fólk er að enda stutt þarna. Í síðustu viku var það hann hérna Arnar Már Magnússon, aðstoðarforstjóri. Já. Og hann var framkvæmdastjóri yfir hérna flugrekstrarsviði, hann hætti störfum hjá félaginu. Og það eru innan við 3 mánuðir sem hann tók við, sko, sem aðstoðarforstjóri. Og notabene þá hætti hann líka í árslok 2022 og sneri aftur til Play sem framkvæmdastjóri flugrekstrarsviðs í fyrra. Svo hann hefur átt 2 stutt stoppaðna og þetta er í rauninni 3. framkvæmdastjórin sem að er að hætta, þú veist, segja upp eða vera sagt upp, þú veist, við vitum það ekki, frá því að Birgir hætti sem forstjóri í apríl, sko. Þannig að það er orðin ágætis velta á framkvæmdastjórum þetta. Já. Og, þú veist, er þetta ekki bara eitthvað til að semja orlof? Það er alltaf orlofstaðan að greita út, þú veist að þetta einhver staðar. Já, byrjar, semar 30 dag orlof. Þetta er náttúrulega svo sem þekkt hjá flugmönnum að hætta og vera ráðnir aftur og svona, sko. Aha, þeir ekki bara reknir, eða? Jú, eða basically. Já. Þú veist, reknir, en þau vita vissulega af því. Já. Þú veist, en ég þekki ekki þetta módel alveg til hlítar en það þykir alveg algengt að reka hérna flugmenn og ráða þau síðan aftur bara fljótlega, sko. En ég ætla ekki að krifja það nánar en þú veist, félagið er náttúrulega, þú veist, það komið... Þú ert náttúrulega sérfræðingur í þessum flugiðnaði? Nei, það er ég ekki, en það er einn á X sem er... Geggjaður, Ragnar. Já, ég elska hann. Ég er að fylgja honum, hann er, það er örgulega einn svona mesti sérfræðingur landsins í, ja, þú veist, kannski ekki flugrekstri en bara svona í greiningu, í kringum þetta. Hann er heldsigur. Já, og það, þú veist, hann eiginlega fer það djúpt út í að ég svona átta mig ekki alveg nógu vel á því hvað hann er að tala um, sko. Já. Það væri gaman að fá hann samt í chat, sko, ég bara... Já, ég myndi elska það. Ég spurði hann einmitt spurningum daginn á X. Hann svaraði mér. Hann svaraði þér? Já. Ég ætla ekki að skupa því. En þú veist, það er ekki, þú veist, það er ekkit launungamál að það er vesen í gangi. Félagið náttúrulega tapaði 4,2 milljörðum króna á fyrri árshelming. Einar Örn, núverandi forstjóri, ég vil taka það fram, ég veit ekki hvort hann verið farin þegar þessi þáttur kemur út. Hann hefur verið duglegur í fjölmiðlum að lýsa yfir, sko, traustri stöðu félagsins og vitna þá meðal annars í lausafjárstöðu sem er 7 milljarðar króna. Svo þeir eiga náttúrulega eitthvað kast til en maður sko, þú veit,
ég fer að verða smá skeptískur að bóka langt fram í tíman með Play, skilur þú veist, ég ætla ekki að fara að koma því þarna settur það í lofti. Þetta hefur svo slæm áhrif. Nei, ég er bara núna byrja annað fólk bara, er þetta eitthvað tæft? Nei, ég er ekki að segja, ég vil taka það fram, þú veist, ég er alveg búin að rýna í þetta uppgjör, en ég er ekki búin að, þú veist, mynda mér einhverja skoðun og ég kannski hef ekki, sem engin sérfræðingur í flugrekstri, neitt að segja í því hver staðan er, en þú veist, svona út á við, og það sem maður heyrir að, þú veist, menn eru titrandi yfir þessu, en hérna, þú veist, en við vitum þarna að það er til kass, en eins og ég segi, ég spáði í því að ég var að bóka flug á næsta ári, skilur, og maður var svona smá tvístígandi. Já, ég skilji. Þannig að hérna, því að þú veist, það yrði vesen ef að þið færi á hausinn og maður veit ekki, þá færi maður í óvissu og annað, sko, en þú veist, lausafjárstaðan virðist vera góð þarna, en sko, skuldahlutfallið er 99,1%, þú veist, við tölum bara, þetta eru opinberar upplýsingar, sko. Heyrðu, ég var að fá spurningu hérna frá hafinu. Já. Ef þú ættir að shorta sín eða play, hvort myndir þú shorta? Ég ætla ekki að svara því. Ég ætla ekki að svara þessu, sko, en þú veist, það eru ljósi punktar þarna líka, þau voru að auka hlutdeild á heimamarkaði, sem er náttúrulega bara á kostnað, þú veist, Icelandair og fleiri, svo er stundvísin að batna hjá þeim og þú veist, það eru ljósi punktar að taka úr þessu líka, sko. Já. En já, svo voru þau náttúrulega líka að skrá aðalmarkaði í gær, við skulum ekki gleyma því. Hérna, hversu líklegur ert þú að pantaði flug út frá stundvísi? Nei, þú veist, það er faktor sem skiptir miklu máli. Ef ég segi bara eitthvað hérna, og ég hvað það var úlingað eitt, ég segi það var alveg, þú mátt klippið út mín venni, sko. In my opinion. Nei, en þú veist, hérna, ef ég væri að taka til dæmis flug með einhverju, ef ég væri að bóka með flug með einhverju erlendu félagi, og ég myndi fara að skoða reytingið á því bara, hérna, hvar gerir maður það? Á einhverju síðu, svo síða er til, og sæði bara eitthvað 60% stundvísi, ég myndi aldrei fara með því, sko. Og þú veist, það er mikilvægt, ég held að það séu í kringum, hvort það var 85%, ég skoði þetta einhvern tímann daginn, 85% stundvísi. Ég ætla ekki alveg, 85-90, eitthvað þannig. En hérna, og þannig að það skiptir máli, en þau fóru einmitt á aðalmarkaði í gær, hlutabréfaverðið hefur náttúrulega hríðfallið eins og við höfum séð. Þeir fóru inn á genginu 18 í útboðinu. Já, akkurat. Fóru hæst, útboðið var fyrir rúm 3 árum, fóru hæstan í kringum 30, 29, eitthvað svoleiðis. Sitja nú í 1,96 þegar þessi þáttur er tekin upp. Sem er alveg tæplega 95% dropp frá hápunkti, en þetta er búið að gefa út talsvert magnar hlutafé frá því þá, sko. Já. Of mikið vilja einhverju meina, en ég er ekki hér til að dæma það. Jú, hvað segir það? Nei, það er bara, þú veist, það hefur alltaf verið smá titringur í kringum, bara er Play að fara í aðra hlutafjárhæð. Já, ég skilji. Það er svo sem ekkert nýtt, sko, við höfum alveg rætt áður. Heyrðu, ég var að fá þú veist, við höldum með þeim, við höfum talað þetta, og þú veist, við fórum í uppgjörið, hérna, já, við fórum yfir árshelmingin, var ekki 2022, eða fyrsta árshelming 2020, nei, árshelming 2022, og þú veist, það voru alveg einhverju ljósi punktar þarna, auðvitað. Já. Það ekki það, mannst ekki eftir því? Ég veit það ekki. Ég veit bara að það er verið að færa skrifstofustörf til Íslands, þannig að það er eitthvað verið að sína ráðdeild í rekstri. Já, sem er vel. Þú veist, ég held með Play, ég vil halda þeim með það. Heyrðu, hérna, vinnur okkar í hafinu var að ítreka spurninguna að þú ættir að fara á short. Já, ég ætla ekki að svara því. Þú veist, þetta eru bæði félum með svona rautt logo og fleira. Já, ég meina, ég er bara held með sín og ég held með Play. In the red scene are you dead, segir hann. Já, nei, ég ætla ekki að ræða það hér. Ég myndi bara shorta bootbarn ef ég væri þig, kæru hlustendur. I came to pay, but not slay the play. Einmitt. Takk fyrir þetta, Iddi. Heyrðu, ég er með geggjaða umfjöllun Nike í næsta þætti. Já. Gleymd að koma inn á eitt með Origo og þeir voru að selja dótturfélagið til Norex. Já. Lóa vildi fá yfirferðuðan hvað Google er búið að drepa síðastliðið mánuð. Já. Og ég var að skoða hérna beinagarðinn eða kirkjugarðinn. Beinagarðinn. Beinagrindina í kirkjugarðinum. The Boneyard. Já. Chromecast er búið. Þau eru búin að loka Chromecastinu. Já, herru, ég er alltaf að fá tilkynningu það hérna. Ég þurfa að segja upp einhverju drasli. Mér datt í huga að eruðu margir varið við þetta. Ég er reyndar ekki með Chromecast. En til að koma með góða fréttir á móti þá eru það að opna eitthvað nýtt í september sem heitir Google Streams og á að vera 22% hraðara heldur en... Ég hef samt aldrei verið með Chromecast en ég hef samt alltaf að fá einhverja tilkynningu frá Google bara
Já, þau eru að slúta þessu það búið að bara segja við Chromecast heyrðu, þú ert bara að fara hérna eins og hundarnir í kattholti eða hvað það sko VPN by Google það búið að loka því það sem ég fyndi ég var með þetta ég fór í eitthvað panik fyrir árunu bara heyrðu, ég verða með VPN það bara verið að fara að haka mann þetta var óþólandi þetta hægði á internetinu hjá mér VPN, þetta ekki hérna bara til að skipta land eða svona Jú, en þetta sko, það mælt með þessu eins og að þú ert bara á hérna, bara förum í Smáralind og þú dettur inn á Wi-Fi, opið Wi-Fi það frekar mælt með að vera á VPN þannig að þú sért ekki hérna sé ekki eins auðvelt að hakka þig og fleira bara upp á síma og allt ég meina Heiðar Guðjóns þegar hann kom hann með VPN, hvar sem hann bara í heiminum upp á að vera ekki Ég held nefnilega að þetta væri ólöglegt sko en það ekkert langt síðan að ég náði mér í Sko notagildið upprunlega var fyrir einhverja netúlka eins og því í Vestló að sækja ólöglegt efni Netflix, nei þetta var bara Netflix Já, að vera með þetta á sínum tíma það var ekki Netflix komið til Íslands En í dag þetta bara orðið öryggisatriði upp á það þú veist, þú sért ekki að brekjalegur og annað upp á hakkara og fleira og svo það hérna Google Podcasts Only the paranoid survives eins og Jón Björns sagði við okkur hérna hann mældi með þeirri bók Ertu paranoiður? Nei, Google Podcasts það hérna Já, það verið að slúta því líka Það bara klárast núna, það verður allt fært yfir á YouTube og svo Dropcam sem svolítið skemmtilegt það eru 10 ár síðan þeir kaupa fyrirtækið á $555 milljónir og þau eru bara ákveða að loka þetta þau eru ekki að selja það eða neitt og þá þetta eitthvað sem undir Nestcam Nestcam hérna þetta svona heimilis öryggisvarnir myndavélar Ég held þetta hafi bara orðið í baráttunum í Ring Já, Ring náttúrulega kóngurinn Já, og þú veist beint úr Shark Tank Já, það á ekki Amazon Ring eða? Jú, þeir keiftu af gæjanum Skemmtilegt Þannig að þið þekki það Þetta er frægasti Shark Tank þáttur bara heimsko eða bara ever hann hérna, ég held að hann hefði selt það fyrir maður sjá byrju sale hérna price bara hvað sem purchase Þetta svona eins og ég hef verið að segja stafræna vegferðir í Origo það byrjar stundum í Google Sheets og enda í Noregi Já Þetta eru fjallabarnir magnaði samt þegar þú spáir í þeir kaupa hérna heima Já, Amazon acquired Ring for a reported sum of over $1 billion 2018 Þannig að þeir keyptu það yfir $1 miljard Já og þetta er örugglega, þú veist, búið að spæka upp bara þessi eining sko mörg 100% síðan þá sko Þetta er út allt Herri, kæri hlustendur, er ekki bara slúta þessi dag? Er ekki bara góður? Jú, erum við ekki síðan hérna með þáttum eitulif í næstu viku? Nei, ætlum við að vera með það? Nei Það var pæling Já, við þórum því ekki Nei, við vorum með pælingu að fara yfir markaðinn En við sjáum til hvað verður það Kæri hlustendur, eins og Iddi segir, hann verður með góðar umfjallanir í næsta þætti? Já, nei, þar næsta þá. Já, það er rétt, heyrðu, næsti þáttur, hann verður svakalegur, ef að segja það. Nei, ég held að við hefum ekki segja. Það verður góður. Við viljum benda á það að hann kemur aðeins seinna í loftið, hann kemur ekki á miðnætti eins og, já, hann kemur út á föstudeginum. Kemur út sennilega í kringum svona kvöldmataleiti, 6. Og það er kannski eitt núna til að preppa fyrir vikuna. Ef þú eða einhverjar pælingar með retail markaðinn þessa vikuna, þá megið senda okkur, bara hvað sem það er. Við verðum í retail ham. Já, við jafnvel setjum það inn á Dýpitu Pingjan líka. Já, svona undir lók næstu viku. Til að minna fólk á það. Já, en fram að því... Þá bara byggðum við ykkur að lifa heil, eða ekki? Jú. Gangi hratt inn gleðina dyrum helgina. Takk í dag. Ciao.